Frá rannsóknarlögreglunni. Lýst er eftir Pétri Péturssyni, verkamanni, til heimilis að 2G15 Háhverfi. Hann mun hafa horfið úr vinnu á miðvikudagsmorgun og hefur ekkert spurst til ferða hans síðan. Pétur er meðalmaður, fremur grannur, skolhærður og hárið tekið að þynnast. Gráeygur, klæddur bláum vinnubuxum, útprjónaðri lopapeysu, grágrænni skinnfóðraðri úlpu og brúnum lágum gúmmístígvélum. Þeir sem kynnu að geta gefið upplýsingar ferðir Péturs umræddan morgun eða síðar, gera svo vel að láta lögregluna vita. Já, komið blessaður og sælir, kæru hlustendur. Ég heiti Valgerður María Þorsteinsdóttir og þið eruð að hlusta á heimildarhlaðvarpið Jakobína, skáld á skökkum stað. Í þessu hlaðvarpi ætla ég að gefa rithöfundinum Jakobínu Sigurðardóttur loksins hæpi sem hún á skilið með því að skoða verkin hennar og setja þau í stærra samhengi. Í þessum fyrsta hluta af 3 ætlum við að ræða Lifandi vatnið, Kerlingabækur og Mývatn. Við skulum byrja á byrjuninni. Ég held ég sé svona temmilega vel lesin fyrir manneskju á mínum aldri. Ég fylgist ágætlega vel með bókmenntaumfjöllun, horfi til dæmis á Kiljuna í hverri viku og ef ég hef ekki lesið verk eftir einhvern íslenskan höfund, þá get ég samt yfirleitt svona nefnt að minnstakosti 1 verk eftir hann og svona sirka hvers konar höfundur hann er eða var. Ég var þess vegna mjög hissa jólin 2019 þegar ég las eina bók sem mamma hefði fengið í jólagjöf. Það var bókin Jakobína, saga skálds og konu, sem fjallar ævi og störf rithöfundarins Jakobínu Sigurðardóttur og er eftir Sigríði Kristínu Þorgrímsdóttur, sagnfræðing og dóttur Jakobínu. Ég varð hissa hvað ég vissi bara eiginlega ekkert Jakobínu. Hún var rithöfundur sem hafði verið með fyrstu konunum til að hljóta heiðurslaun listamanna, hafði verið tilnefnd 2 til bókmenntaverðlauna Norðurlandaráðs og sagði það sem hún meinti og myndi það sem hún sagði, sérstaklega þegar kom að pólitískum málefnum. Rithöfundur sem gerði djarfar formtilraunir og verkin hennar, þrátt fyrir að vera ekki beint mörg, eru ótrúlega ólík innbyrðis og öll þeirra mjög vönduð og úthugsuð. Ég var líka hissa að ég hefði vitað lítið sem ekkert þessa konu að því hún bjó í Mývatnssveit stærstan hluta ævi sinnar og þó ég sé ekki mývetningur þá hefði ég samt búið þar og taldi mér svona að þekkja sveitina sæmilega. Ok, ég vissi að rithöfundur sem hét Jakobína Sigurðardóttir hefði búið í Garði og hún hefði skrifað bók sem heitir Snaran en lengra náði mín þekking ekki. Ég er nemandi í íslensku við Háskóla Íslands. Það er mjög skemmtilegt nám, mæli með, og ég hef lært mjög mikið íslenska bókmenntir í skólanum. Ég man að við lásum eina smásögu eftir Jakobínu í einum bókmenntafræðafanga, en fyrir utan það hafði ég ekki lesið neitt eftir hana þegar ég ákvað að gera þetta hlaðvarp. Ég man ekki eftir því að það hefði verið minnst á hana í íslensku tímum í framhaldsskóla, en ég minna það er kannski ekkert skrítið því að það þurfti að fara svo hratt yfir alla íslensku bókmenntasögun á stuttum tíma og það er enda kannski lítið að marka hvað ég segi þeim efnum. Það getur vel verið að það hefur verið minnst eitthvað á hana og ég bara sofandi fram á borði eða skrópa í þann tíma. En eins og ég segi, þá er markmið mitt að gefa Jakobínu hæpið sem hún á skilið. Við, kæru hlustendur, ætlum saman í ferðalagum feril Jakobínu með nokkrum stoppum og kannski smá krókaleiðum.
Ég er farastjóri og þið þurfum bara að koma með og koma með nesti og góðskapið. En ferðalagi verður að byrja einhvers staðar, þannig við skulum byrja á að fara á hundavaði yfir ævi skaldkonunnar. Jakobína Sigurðardóttir fæddist árið 1918. Hún ólst upp í Hælavík á Hornströndum sem nú í Eyði. Hún átti 12 systkin, hvorki meira né minna. Þar á meðal var Fríða á Sigurðardóttir rithöfundur. Jakobína flutti suður þegar hún var 17 ára, þar sem hún var meðal annars í vist og lærði í kennaraskólanum, en hafði ekki tækifæri til að ljúka námi. Annars ekki mikið vitað árun hennar fyrir sunnan. 30 kynntist hún bóndanum Þorgrími Starra Björgvinssyni og hún flutti til hans í Garð í Mývatnssveit ári síðar og bjó þar til æviloka. Þau hjónin deildu stjórnmálaskoðunum, voru bæði eldrauðir, sósíalískir herstöðvaandstæðingar og bæði hægmælt. Þau eignuðust 4 börn. Jakobína lést eftir baráttu við krabbamein árið 1994, þá 75 ára. Áður en verk Jakobínu voru gefin út birtust verk eftir hana í tímaritum, aðalega kvæði en einhverja smásögu líka. Á tímabili sendi hún inn efni undir dulnefninu Kolbrún. Fyrsta útgefna verki eftir hana kom út árið 1959 en þá var hún alveg orðin 41 árs og ég verð að segja sem ung kona sem veit ekkert hvað hún ætlar að gera við líf sitt notalegt að heyra þessa tölu, 41 árs. Ég fór svo aðeins í kjölfarið að skoða hvenær kvenrithöfundar á þessum tíma byrjaði að gefa út. Svava Jakobs var orðin 35 ára og Queen Guðrún frá Lundi byrjaði meira að segja ekki að gefa út fyrir nú 59 ára. Bara svona, eða vildi vita, það greinilega von fyrir okkur öll. En allavega, fyrsta útgefna verkið hennar Jakobínu var ævintýrabókin Sagan af Snæbjörtu Eldsdóttur og Ketilríðu Kotungsdóttur. Og áður en þú fer að leita henni á næsta bókasafni, ætla ég samt að láta þig vita að þú munt ekki finna hana í skáldsagnaheillunni, heldur verður þú að leita í barnabókadeildinni. Sem frekar fyndið, því hún eiginlega alls ekki barnasaga, heldur frekar allegóría fyrir sögu Íslands. Það sem deilt meðal annars á hernámið á Íslandi eins og Jakobínu einnig lagið. En ég meina, ef fólk vil byrja að fræða börnin sínum erlent konungsvald og erlenda hersetu á meðan þau eru á leikskólaaldri, þá ætla ég svo sem ekki að stoppa það. Bókin myndlýst með gullfallegum myndum eftir Barböru Árnason. Ævintýrið markaði upphaf myndalegs útgáfuferils sem inniheldur auk ævintýrana, 3 smásagnasöfn, 4 skáldsögur, endurminningabók og kvæðabók sem ber mjög heiðarlegan titil Kvæði. Hvert þitt uppáhaldsverk eftir Jakobínu? Þetta flókin spurning. Þetta Ásta Kristín Benediktsdóttir. Hún nýdoktor í íslenskum bókmenntum og mikill Jakobínu sérfræðingur því hún skrifaði meistararitgerðina sína verk hennar. Svo var hún líka Mývatnssveit. Þau eru svo mörg. Ég lenti í vandræðum þegar ég fór að hugsa þetta vegna þess að ég á mér annars vegar uppáhaldsverk svona þegar ég að skrifa sem bókmenntafræðingur. En ég held að þau verk sem hafa svona kannski náð mest til mín bara svona persónulega og tilfinningalega. Það eru annars vegar í Baddómi og hins vegar smásögur í síðasta safninu hennar Jakobínu. Vegurinn upp á fjallið. Það eru svona svolítið fallega sögur þar sem hún skrifa svona gamalt fólk og ungt fólk og samskipti þeirra milli og sérstaklega sögur líka konur og börn sem það eru svolítið áhrifamiklar. Og Vegurinn upp á fjallið, þess að smásagan sem að bókin heitir eftir, held ég að stendur upp úr. Hún fjallar konu sem að lendir í því að sonur hennar kemur heim og að fara að hjálpa fólki að taka af henni fjallið sitt, það að segja fjallið sem að í landinu hennar. Og það snýst ekki bara átökum landsvæði, heldur líka bara uppgjör á milli hennar og sonarins og svona. Ég veit ekki af hverju, það eitthvað við þessu sögu sem að nær til mín. Gömul kona.
Ég elska gamlar konur. Það orkir hana. Já, maður gerir það. Henni til með henni. Virkilega. Og svo í baddómi kannski aftur, gömul kona. Það eitthvað með mig og gamla konur held ég. Þar algjörlega uppáldi hjá mér þetta náttúrulega endurminningabók Jakobínu frá því þegar hún var barn á Hornströndum í Hælavík. Og hún gerir þetta svo vel, hvernig hún setur upp, hvernig hún sem gömul kona reynir að fara aftur í bæinn sinn og kemst ekki inn í ákveðin herbergi af því að minnið hennar næri ekki að búa þau til aftur. Þetta svo flott uppsetning finnst mér. Svona myndræn uppsetning á því hvernig það að muna ekki hluti. Svolítið hrifin af því. Sammála. Mér finnst hún líka segja svo mikið í svo fáum orðum einhvern veginn. Já. Mér finnst hún ná því svona alveg svona hárfínt sko. Virkilega. Þú skrifaðir mastersritgerðina þína verk Jakobínu. Já. Af hverju og hvað stuðu að rannsaka það? Þetta gerðist bara í meistarnáminu tiltölulega snemma. Ég hafði sjálf sér ekkert rosa mikinn áhuga á Jakobínu, vissi náttúrulega af henni og hún var amma vinkora minnar og svona eitthvað. En síðan fórum við að lesa verk bara í allt öðru samhengi og áttum að skoða viðtökur verka á þessum tíma á 7. og 8. áratugnum. Og ég ákvað að prófa að skoða viðtökur Dagvísu bara og athuga hvernig hún hefði fallið í kramið þannig að hún kom út. Og þá komu ljós sem var svo skrítið að það var enginn að tala hvað formið á henni sérstakt. Og svo fór ég að skoða snöruna líka og þá var ég ennþá meira hissa vegna þess að snaran bara bókstaflega einstök í íslenska bókmenntasögu varðandi formið. En það var enginn að tala um það. Það var allir að tala um pólitík eða þá staðreynd að Jakobína væri kona að skrifa út í sveit. Og ég var bara eitthvað svo rasandi hissa yfir þessu. Og sá að þetta var bara eitthvað sem hafði ekkert virkilega verið kannað. Það segja allar þessar formtilraunir sem að Jakobína var að gera. Af því hún prófar eitthvað nýtt bara eiginlega í hver einustu bók. Og já, þannig byrjaði þetta. Af hverju heldur að hafa ekkert verið talað um formið? Ég tók líka eftir þessu. Já, sko, þetta voru svo skrýtnir tímar. Það var svo rosaleg pólitík í öllu. Og Jakobína var svo eindreginn sósíalisti að ég held að einhverju leyti hafi bara umræðum allar bækurnar bara byrjað að snúast þú veist, vinstri hægri og fer náttúrulega eftir hvar ritdómarinn staðsettur, sjálfur, hvernig umfjöllunin Og svo líka bara voru þetta mest kallar og þeir voru bara rosalega uppteknir af því að hún væri kona út í sveit að skrifa bækur. Og eitthvað svona hampenni fyrir það að það verður nú svo eitthvað merkilegt. En síðan einhvern veginn svona einhver smáatriður, svona einhver svona almennileg greining á bókunum hennar bara fellur oft í skuggan af þessu. Þannig ég held að þetta hafi bara verið svolítið tíðarandinn, sko. Brotið sem þið heyrðuð í upphæði þessa þáttar úr byrjun skáldsögunar Lifandi vatnið. Það lýsir lögreglan eftir verkamanninum Pétri Pétursinni. Einn daginn fer hann af heimili sínu í Reykjavík án þess að láta neitt vita og fer út á land til að sjá bernskustöðunar. Sögumaður hoppar svo á milli nútíðar og fortíðar. Á nútímasviðinu fylgjumst við með fjölskyldu Péturs sem reynir að leita að honum og svo Pétri sjálfum á ferðalaginu. Á fortíðarsviðinu fáum við innsýn í æsku og uppvaxtarár hans. Ef þið hafið ekki lesið neitt eftir Jakobínu og viljið breyta því, jafnvel hámlesa alla bækurnar hennar, sem tekur þetta ekki mjög langan tíma því þær eru ekki margar og ekki langar, en já, þá skulið þið læra af mínum mistökum. Ekki byrja á Lifandi vatninu. Ekki miskilja mig samt, ég fílaði hana mjög mikið og mér fannst hún vera áhugaverðasta bókin hennar. En ef maður ekki vanur stílnum og forminu og svona þessu módernisma sem ég var allavega ekki, þá getur þessi bók verið dálítið þung og þá myndi ég freka byrja til dæmis á einhvernum smásögum eftir hana til að hita upp. En já, please lesið Lifandi vatnið, bara ekki byrja á því. Af því að hún alveg mögnuð, bara ekki byrja á því.
Þá fáðu þeir af margum töluðu bakkelsi. Þetta er Sigríður Kristín Þorgrímsdóttir. Hún er sagnfræðingur, rithöfundur og dóttir Jakobínu. Hún skrifaði ævisöguna Jakobína saga skálds og konu. Hvert er þitt uppáhaldsverk eftir Jakobínu? Það var einu sinni lifandi vatnið, en það var kannski svona meðan að ég, en þegar ég las það sko ungað árum þá þetta er svo margrætt og erfitt verk, þá skildi ég það ekki, en það var kannski bara einhver svona tónn í því sem að hreyfi mig með sér. Ég er svolítið ánægð með þetta vegna þess að þetta er bókin sem ég álít að hafi skipt hana svo rosalega miklu máli. Þetta var svo mikil glíma fyrir hana að semja þessa bók. En svo meðan ég var að skrifa mína bók þá las ég náttúrulega verkin hennar bara í heild sinni og það var gott fyrir mig með lifandi vatnið, það er rosalega gott að hafa mastersritgerðin hennar Ástu Kristínar af því að þú veist, ég þurfti bara dálítið hjálp við að greina þessa sögu sko. Plottið í bókinni hljómar í sjálfu sér ekki flókið. Maður fer á bernskuslóðurnar til að reyna að ná aftur tengingu við horfi, samfélag og gildi þess. Bókin er líka ekki nema 200 blaðsíður og það með alveg læsilegu og stóru letri. En mér fannst lesturinn samt svo krefjandi. Ég þurfti að einbeita mig mjög mikið til að geta tekið inn það sem ég var að lesa. Ég var alltaf að lesa sömu blaðsíðuna aftur til að geta tekið hann einhvern veginn inn og þannig ég er að spá. Af hverju var ég svona þreytt við lesturinn? Ég held að sé formið á henni. Þetta er ekki samfelld frásögn, heldur er þetta svona brot sem eru svolítið sett saman og segir sögu af svona dálítið samfellda sögu af fjölskyldu, annars vegar manni sem að heimilisföður sem að stingur af og femur út á land og hins vegar fjölskyldunni sem að sittur eftir. En til dæmis samtöl fjölskyldunar, þau bara renna öll saman, það er engin merki í textanum sem að segja hérna klára þessi að tala og næsti byrjar, heldur er þetta bara svona orðaflaumur sem rennur saman, sem gerir það verkum að það er erfitt að lesa þetta, maður þarf svolítið að hafa fyrir að átta sig á því hver er að tala og svona. Og síðan er endalaust verið að breyta frásögninni af Pétri, heimilisföðunum sem maður fer. Það er stundum við talað um Pétur og stundum við talað um hann og stundum við talað segir frásögnin þú og svo er allt í einu farið að tala um bara einhvern mann og lítinn dreng og eitthvað og maður þarf svolítið að átta sig á því að það er verið að tala um sama mannin allan tíman. Og svo skilur maður heldur ekkert alveg akkur hann er alltaf endilega að fara út í sveit. Þú veist, þannig að það er hluti af því að átta sig á því, bara hvað bókin fjallar er að einhvern veginn taka öll þessi brot og svolítið púsla þeim saman og átta sig á því hvað bókin er. Og svo eru náttúrulega bæði upphafi og enda bókarinnar, aðalega upphafi, eru þessi skrýtnu textar, einmitt sem geta verkum það kannski tvolega gott að byrja á þessari bók á þess að vita nokkuð meir, af því að fyrstu blaðsíðurnar í bókin eru mjög óræðir brotakendi textar þar sem að líklega einhverja sögupersónur er að ákalla höfund sinn en samt veit maður ekki, þetta getur líka verið eitthvað annað. Þannig að þetta byggist allt svo mikið á því að lesandinn ákveði sjálfur hvaða merkingu hann ætlar að leggja í hlutina. Þannig að þetta er svona, þú veist, kannski getur maður sagt mjög dæmigerð módernísk frásögn, það var ákveðin módernísk bylgja í gangi þarna á þessum tíma, þar sem mjög margar svona bækur voru skrifaðar. En af hverju að skrifa bók með svona formi sem fólki finnst erfitt að lesa? Af hverju myndi maður ekki bara skrifa bók sem að fólki finnst auðvelt að lesa? Já. Smá innskot, en ég ætla eins að útskýra hvað ég á við þegar ég tala um form eða formgerð í bókmyndum, bara svona ef það er ekki á hreinu. En það er sem sagt sami hluturinn, form og formgerð. Öll skáldverk hafa annars vegar efnivið og hins vegar formgerð. Efniviðurinn er ekki gæddur listrænum eiginleikum per se, en það er formgerðin sem nær fram listrænum áhrifum. Formið sem sagt gerir bók að listaverki. Listamaðurinn, í þessu tilfelli skáldið eða rithöfundurinn, tekur þá einhvern efnivið og býr til listúrunum með því að notast við einhvers konar formgerð. Rétt eins og listmálarinn nota málingu
til að gera listaverk sín, en í raun er það ekki málningin sem gerir málverkið að listaverki, heldur er það hvernig málarinn nota málninguna og byggir myndina upp sem gerir hann að listaverki. Skiljið hvað er fara? Form í verkum Jakobínu snýst þá hvernig hún byggir verkið upp, til dæmis hvaða sjónarhorn hún notar, hver sögumaðurinn er, hvernig hún byggir söguþráðin upp og svo framvegis. En já, áfram með smjörið. Þetta er umræða sem er búin að eiga sér stað mjög oft og mjög lengi. Ég meina, módernismi, ef við getum notað módernisma yfir einhverjar breytingar, einhverja endurnýjun á skáldskap sem oftast er gert. Að það talaði módernisma sem svona einhverja vilja til þess að tjá, þess að skrifa skáldskap, hvort sem er ljóð eða sögur, það sem ákveðna svona hefðir eru brotnar upp, til dæmis bara svo hefð að segja samfellda sögu með upphafi og endi, samfelldri heimsmynd og einhverju svona þannig. Fólki fannst að þessi hefðbundna leið til þess að segja sögu myndi ekki duga til þess að lýsa nútímanum eða veruleikanum eins og hann var orðinn þarna eftir seinni heimsstyrjöld og hann, kannski 7., 7., 8. áratugnum. Að heimurinn væri bara svo breyttur að það dygði ekki lengur að segja svona tiltölulega hefðbundnar raunsæi sögur til þess að koma til að hrista upp í lesendum og fá það til þess að hlusta. Þetta, og ég meina, ef þú pælir í, ef þú ímyndaðir sögu sem að fjalla bara nákvæmlega þetta sama, það er að segja, það er þú ert með fjölskyldu og fjölskyldufaðurinn er bara alveg ótrúlega þreyttur og bugaði maður í óhamingjusömu hjónabandi, þau eru öll þannig að þau get ekki tala saman og hann er með einhverjum svona nostalgíska fortíðarþrá og einhvern veginn langar ósvöldlega mikið til þess að ef hann hverfur aftur á bernskuslóðurnar þá munir bara allt lagast, hann munir bara, finna lykt af blómum og grasi, drekka vatn úr einhverju uppsprettu og bara vera nýr maður og geta fara tilbaka og allt eru gott. Ef þú skrifar þessa sögu bara svona tiltölulega raunsæjum eða með svona einhverjum heildrænu sögu þegar þú segir bara nákvæmlega þetta, ég meina, hún getur alveg verið áhugaverð, en það að þessi frásögnin er svona brotakennd einhvern veginn undirstrika það hversu illa þeim líður og hversum erfitt þeim finnst að tala saman og hvernig samfélagið í kringum þau, þessi brjálaða neysluhyggja og einhvern veginn þessi krafa það að þú ætti að byggja hús og skaffa peninga og búa til fullkomna fjölskyldu og allt þetta. Hvernig þessi krafa frá samfélaginu einhvern veginn gerir það verkum að þú getur bara ekki haldið sönsum einhvern veginn. Þannig að brotakennda frásögnin kannski líka undirstrika það að Pétur er bara orðinn svolítið geðveikur. Og eða ekkert svolítið, hann er bara orðinn mjög geðveikur. Já. Hann bara fer yfir Já, akkurat. Síðan tekur hún upp úr pinklunum frá mömmu og gefur börnunum mjólk. Á Hörður frændi sér það ekki. Hörður frændi er hugsjónamaður og veit ekki hvaðan börnin hans fá mjólk eða hvert þau fá nokkra mjólk. Hörður frændi veit að milljónir barna líða af mjólkurskorti. Hvort hans börn eru í þeirra hópi eða ekki, skiptir hann engu máli. Nútímasviðið í lifandi vatninu einkennist af firringu nútíma þjóðfélagsins, þar sem neysla og hlutgerving eru ráðandi. Sagan er ádeila á samfélag sem samþykkir ríkjandi samfélagsástandi eins og það er og heldur að það sé eina sem kemur til greina og hugsar ekki að breyta því. Samfélag þar sem lýst er eftir fólki í útvarpi eins og hverjum öðrum dauðum hlut sem hefur ekki tilfinningar og er ekki mennskur. Pétur fer á heimaslóðurnar til að flýja þetta fyrta nútíma samfélag og reyna að ná eftir tengingu við tíma þar sem fólk hafði skoðanir og vilja til að breyta og endurskoða þjóðfélagið. Fyrir þau ykkar sem vilja ekki heyra hvernig bókin endar, ætla ég að gefa ykkur Höskuldar viðvörun hér. Miðaldra verkamaðurinn Pétur leggur sem sagt land undir fót til að finna æskuslóðnar og komast aftur í sambandi frelsi og gömulgildi sveitasamfélagsins. Ég hef búin að segja fyrir því. En þegar hann kemst þangað loksins, grípur hann í tómt. Allt er breytt, allt er orðið gervi, allt sem hann þekkti er dáið og horfið.
og við þessa uppgötun missir hann eiginlega bara vitið og í lok bókarinnar er hann kominn inn á stofnun. Þannig að það sem er lest aldrei úr þessu er enginn getur flúið firringu nútíma samfélagsins. Hljóma kannski ekki mjög jákvætt en bjartsýnt en allavega. Þetta efni hefur reglulega verið tekið fyrir, spilling nútímans og fortíðarþrá, enda eitthvað sem margir tengja við. Ég held þess vegna að ég sé kannski ennþá of ung til að geta skilið lifandi vatnið almennilega og of ung til að geta borið nútíðina saman við fortíðina. Lifandi vatnið er eina af þessum bókum sem ég mun pottþétt lesa nokkur sinnum á lífsleiðinni með góðu millibili og skilja hana á nýjan hátt í hvert skipti. Ætli ég mun einhvern tímann sakna þessara tíma sem ég lifi núna, þegar ég var fátækur háskólanemi sem bjó í stúdíóíbúð, hafði litlar skuldbindingar og eyddi sumrinu kórónuveiru árið mikla í að gera hlaðvarp verk Jakobínu Sigurðardóttur. Þetta er nefnilega málið. Mér finnst lifandi vatnið vera mjög persónuleg lesning og þrátt fyrir að við lesendur lesum allir sömu söguna, þá er hún alls ekki sama sagan fyrir okkur öllum. Þetta áreindar að einhverju leyti við öll verk, sem sagt að engin tveir geti skilið eitthvað eitt ritverk á sama hátt, en þetta er svo sterkt í lifandi vatninu, finnst mér. En talandi fortíðarþrá, það er eitt sem ég vona að fólk beri ekki fortíðarþrá til. Og brace yourselves því það er komin tími til að setja kynjagleraugun upp. Áhorfendur í sal, setja kynjagleraugun upp núna. Smá grín, ok. En ég vona að enginn sakni þeirra tíma þegar konur stóðu höllum fæti í samfélaginu og allt sem þær gerðu miðaðist við það að þær voru konur, eiginkonur og mæður. Í viðtali við Þjóðviljann árið 1988 sagði Jakobína: Þegar mínar bækur komu út, voru fleiri konur að gefa út bækur. Þá voru bækur kvenna kallaðar kerlingabækur. Hefurðu nokkuð tíma séð þess getið hvað karlrithöfundur er margra barna faðir í umfjöllunum bækur hans? Þess var sérstaklega getið að ég væri 4 barna móðir og húsmóðir í Mývatnssveit. Ég vil bara jafnrétti á milli kynjanna. Það getur vel verið að karlar vilji komast í þá stöðu að vera veikara kynið, en ég vil ekki veita þeim það. Ég er ekki trúið á það að konur njóti forréttinda. Ein ástæðan fyrir því að mér finnst Jakobína svona nett er því ég dáist að öllum konum sem eru óhrættar við að hasla sér völl í kallaklúbum. Og bókmenntaheimurinn var algjör kallaklúbur. Hann hefur breyst gríðarlega mikið á cirka síðustu 50 árum sem er frábært, en þrátt fyrir það eru alveg ennþá merkið þessi í nútímanum. Karlrithöfundar eiga til dæmis yfirleitt alltaf meirihluta af mest seldu bókum ársins á Íslandi, jafnvel þó að kvenrithöfundar gefi alveg jafn mikið út og jafnkóða bækur og kallarnir. Af 10 mest seldum titlum á Íslandi árið 2019 var 1 bók eftir konu. Ein bók eftir konu og það er Þögn eftir Issu. Hún var í 3. sæti. Við erum að tala að bók keto mataræði hafi selst meira en bók eftir glæpadrottninguna. Pæli í þessu. Þú veist, ok, með fullri virðingu fyrir ketofólki, bla bla, eitthvað, en ángríns. En aftur á Jakobínu. Bókmenntaumhverfið breyttist sem sagt mjög mikið þarna í lok 20. aldar. Þökk sé mörgum
konum eins og Jakobínu. Ég hef núna lesið ansi mikið af bókmenntagagnrýni verk hennar og breytingin sem á sér stað frá byrjun ferilsins hennar á 7. áratugnum fram á lok hans á 10. áratugnum mjög drastísk og skýrt dæmi það hvernig staða kynjanna hefur breyst í bókmenntaheiminum. Á 7. og 8. áratugnum skrifuðu eiginlega bara karlar bækur hennar. Jú, ok, reynda skrifaði Svava Jakobs eitthvað og skrifaði vel bækur hennar, en annars voru ekki marga konur í þessum bransa þá. Á þessum tíma voru bækur eftir konur kallaðar kettlingabækur og mig langar til að benda á að þessi flokkun að vissu leyti ennþá til í dag. Maður sér þá orðum eins og chick lit sem vera sama á chick flick, nema bara notaði við bókmyndir en ekki kvikmyndir. En já, þær voru kallaðar kettlingabókmyndir og á þessum tíma má aðalega finna 2 stef í gagnrýni á bækur Jakobínu. Ok, eru þið tilbúin? Sumir gagnrýnendur segja berum orðum eða gefa sterklega í skyn að minnstakosti að hún sé of pólitísk og beitt og eigi frekar að halda sig við efni sem konur eigi að skrifa eins og sveita og ástarsögur. Aðrir hampa Jakobínu fyrir að taka ekki þátt í þessum kettlingabókmenntakúltúr, sem sagt skrifa sveita og ástarsögur, og skrifa alvöru málefni eins og pólitík, a.k.a. karlmannleg málefni. Og þrátt fyrir að þessi síðanendu gagnrýnendur beri virðingu fyrir Jakobínu og verkum hennar, þó draga þeir leið alla aðra kvenrithöfunda niður og gera lítið úr þeim sem skrifuðu sögur sem höfðu til kvenna, eins og Queen Guðrún frá Lundi. Og umfjöllunarefnin þeirra þrátt fyrir að sveitasögur og ástasögur séu marga hverjar alveg jafn góðar og innihaldi jafn flókin þemu og bækur eftir Halldór Laxness eða Þórberg Þórðarson. Ok, ég geti skrifað heila ritgerð þetta. Ok, en já, bara til að útskýra mál mitt betur, ætla ég að leyfa ykkur að heyra hluta úr grein Guðmundar Hagalín smásagnarsafn Jakobínu sem heitir Punktur á skökkum stað. Greinin heitir Ein af kettlingunum. Tilvitnun hefst. Það kemur fyrir þegar menn fyrtast mjög við veröldina að þeim skýrst þótt skýrir séu. Hinn ágæti gáfumaður Sigurður A. Magnússon innti eitthvað að því í greinarkorni í Morgunblaðinu nýlega að það væri í rauninni 9 eða 10 kettlingar sem settu svip sinn á íslenskar bókmyndir í ár. Ég man nú því miður ekki hvernig hann orðaði þetta nema hvað tölurnar myndu vera réttar og samheitið. En kettlingafansinn ennþá stærri en Sigurður, segir hann, og að því leyti skýrst honum. Eftir því sem ég best veit eru kettlingarnar sem út hafa gefið skaldsögur á þessu herrans ári ekki færri en 13. Jahá, ljót hún talan og uggvænleg. Og kannski þætti fólki fróðlegt að sjá nöfn þessara frómu Evudætra sem hafa að engu þá skýlausu skipun postulans Páls að konum beri að halda sér saman í á mannafundum. Eða eins og einn valinkunnur heiðursmaður vestur í Arnarfirði orðaði það á bernsku árunum mínum, þegar hann að gefnu tilefni vandaði við sína ekta kvinnu: það ljótt fyrir kvenfólk að hafa orð á sel. Kettlingarnar 13 eru þessar: Elínborg Lárusdóttir, Guðrún Árnadóttir frá Lundi, Guðrún Jakobsen, Guðrún A. Jónsdóttir, Hildur Inga, Ingibjörg Jónsdóttir, Ingibjörg Sigurðardóttir, Jakobína Sigurðardóttir, Magnea frá Kleifum, Ragnheiður Jónsdóttir, Una Árnadóttir, Þorbjörg Árnadóttir og Þórunn Elva Magnúsdóttir. Hvað sem líður því tímaratákni að íslenskar konur hafi gerst svo framar að nota frekar en áður ritfrelsi sitt, vildi svo til að svipa leyti og ég las Kettlingarhellingar hins ágæta rithöfundar, barst mér í hendur bókarkorn sem mér þótti allforvitnilegt. Höfundur þess ein af kettlingunum 13, hinn hornstrenska húsfreyja á bóndabæ norður í Mývatnssveit, Jakobína Sigurðardóttir, en ég hefði lesið eftir hana prentuð ljóð og auk þess af tilviljun og án hennar vitundar skáldsöguhandrit sem gerði mig bæði glaðan og hissa. Glaðan sakir þess hver skáldgáfan þar ótvíræð
og hissa á því hver kunnóttusamlega sagan er unnin. En bókarkornið sem ég vék að heitir Punktur á skökkum stað og í því eru 8 smásögur. En hér er skáldkona á ferð sem ég vænti mikils af og væri vel að hún mætti vaksa svo sem efni standa til. Tilvitnun lýkur. Ég meina, þetta er alveg drepfyndin grein. Ég er samt svo ótrúlega heppin að lifa á 20. öldinni og finnast þetta fyndið og surrealist. Ef einhver myndi skrifa svona grein í Moggan í dag, þar sem að vera að kalla Yrsu Sigurðardóttur og Guðrúnu Evu Mínerudóttur kettlingar og segja konum að halda sig á mottunni, þá veri Guðmundur #cancelled, #Guðmundur Hagalín is over party. Það fyndna er að hann er mjög hrifinn af bókinni og rósar Jakobínu fyrir hana. Það er eins og hann byrji greinin á að rakka niður konur og aðra kvenrithöfunda til að afsaka það að honum finnist bók eftir konu vera góð. Það sannast enn og aftur að konur fá bara eina sneið á kökunni og í þessu tilfelli fær Jakobína sneiðina. Bókmenntagagnrýni á seinni verk hennar sem kom út á 9. og 10. áratugnum er allt öðruvísi, en þá voru líka konur farnar að skrifa meira bækur. Tónninn er þá orðinn allt annar. Mér finnst almennt meiri virðing og jákvæðni og ekki vera stöðugt hamrað á því að Jakobína sé 4 barna húsmóðir í Mývatnssveit. Verkin eru þá gagnrýnd á forsendum bara verkana sjálfra eins og á að gera auðvitað. Þá er þetta eiginlega orðið öfugt með við fyrri áratugana líka, þú veist, maður finnur fyrir því að gagnrýnendur eru meðvitaðir kynjahallann. Ólína Þorvarðardóttir skrifaði meðal annars í Barndómi. Í frétt frá útgefenda er verkinu lýst sem fallegri lítilli bók lífið. Undarleg er sú árátta bæði útgefenda og gagnrýnenda að líkja skáldverkum kvenna einatt við eitthvað smátt og snoturt. Jafnvel þó sé að ræða skáld með merkan rithöfundaferil eins og Jakobínu. Hér skal fallist á þann dóm að sagan sé falleg. Það er hún, en það er ekkert lítið í þessari sögu nema umfang hennar. Nær væri að tala hár nákvæma, hnitmiðun í máli og stíl þar sem engu er ofaukið. Því hér er sögð mikil saga á fáum blaðsíðum. Ég vil bara jafnrétti á milli kynjana, sagði Jakobína fyrir rúmum 30 árum. Og þrátt fyrir að áherslurinn af feminisma hafi breyst mikið á þessum tíma, er jafnrétti á milli kynjana en þá rauði þráður hugmyndafræðinar. Hún segir líka stöðugt hafi verið tönnlast á því að hún væri 4 barna móðir og húsmóðir í Mývatnssveit. Jakobína var feministi, rauðsokka, má ekki segja það? Jú, annars að maður notuðu þetta ekki hugtaki feministi þá. Nei. Það var aldrei sagt. Hún talaði náttúrulega mjög mikið fyrir jafnrétti Já, hún gerði það. kynjana Já, hún gerði það. og þú veist, með sérstaklega áherslu á jafnrétti. Já. En hvaðan svona heldur þessi áhugi hafi komið eða svona þessi... Meinarðu með jafnréttisskoðunarnar? Já. Já, ég ætla bara að lífið hafi ekki kennt henni þetta. Ég meina, þarna er hún kona og þegar hún er að taka vísu mest í svona vist og kaupamennsku, en svo er hún hérna í Reykjavík að vinna og ég meina, konur er einfaldlega að fá miklu lægri laun en karlar, einhver helmingi lægri laun fyrir sömu vinnu. Taxtarnir voru bara þannig og einn kalli sagði við hana, einn vinnuveitandinn sagði að fannst þetta bara allt í lagi og sagði hérna, já þið stúlkurnar látið bara bjóða ykkur í bíó og herran borgar fyrir ykkur. Það var engin ástæða til þess að þær vera að hafa jafn há laun og þeir. Þannig að ég held að, ég meina, þú veist, konur hafði bara ekki sömu möguleika. Hún hefur bara séð það og lært hafa einu skinni. Já. Fyrst þér sjá þetta í bókunum hennar? Fyrst þér bækunar hennar vera feminískar? Já, sko,
það til dæmis var mikið rifist út af dægurvísu. Það var bók sem hefur stuðað suma feminista bókmenntafræðinga af því að það svona klísjukonur að mönnum finnst. Já. Kennslukonan sem aldrei giftist og hafði enga kynlífsreynslu. Já. Já, hún hefur farið alveg rosalega fyrir brjóstið á ýmsum eins og Helgu Kress og fleirum. Og fleiri konum, einhverjum sem ég var að lesa, ég er svo hryllilega gleymin, sko. Og ég þarna, sko, það var þess vegna sem ég fór að tala ritskoðunina. Það voru alveg til konur sem ekki höfðu öðlast neina kynlífsreynslu hérna fyrr á tímum, þó að menn trúið ekki, þá held ég að það hafi verið vegna þess að bara félagsmótunin var svo sterk það hvað mátti og hvað mátti ekki í kynlífsmálum. Og hérna, en mátti ekki skrifa það, af því þá ertu farin að vera andfeminískur, sko. En svo erum alltaf líka í dægurvísu að tala bara fólk sem bara nýtur kynlífs, skilurðu. Já. Og svo tala hún líka hérna kennslukonuna sem að hálf seldi sig og hafði viðbjóð á kallinu sem hún fór í bæli með. Já, akkurat. Og það voru þess vegna sögðu mývetningar að þetta væri klámsaga. Já. Þetta fór alveg við mörkin. En sko það var þessi snart mjög kannski verð, það voru konurnar eins og Svava í þessari bók sem að hérna. Já, það var þarna að svo kom þarna við fyrirhandi. Já. Svoleiðis konur sem eru bæði í hérna lifandi vatninu og þær eiga það sameiginlegt að vera svona svolítið, þær hugsa ekki sjálfstætt, þær eru alltaf bara í því að vera penar og sætar og láta kallana sjá fyrir sér og eitthvað svona. Og að sumu leyti alls ekki öllu, þetta kannski horfin heimur, en mér fannst þær fá svolítið harkalega útreið hjá henni. Hún var svolítið mér fannst hún svona minnst að kosti jaðra við að vera að dæma þessar konur. Já, þetta minnir mig pínu, ég fekk svona svipað tilfinningu með þetta eins og sumar sögurnar í Sögu Jakobs og svona. Já. Að hún að gagnrýna svona þetta, að fólk, að samfélagi láti konur frá ákveðin hlutverk. Já. En svo líka gagnrýna, konur fyrir að gangast við því án þess að segja neitt, sko. Já. Og það má þetta deila sko hvort að, það eigi að gagnrýna æskilur. Já, einmitt ég skildi, þær eru auðvitað bara afurð þessa samfélags sem að búa til einhverja svona dúkkur úr konum og að því enn í dag. Þannig að hérna, sko, þegar ég lærði kennslufræði á sínum tíma þá komst, og líka það sem ég hef verið að lesa í svona sjálfshjálparritum og sálfræði ýmisri, að þá hafa allir greint, það ekki þannig að sumir sé eitthvað voðalega heimskir. Já. Þetta bara hvernig þú hefur sumir þurfa kannski meiri tíma til að læra en aðrir og svo framvegis, en allir geta þetta. Já. Svo fremi sem að heilastarfsemin í lagi yfirleitt, sko. Og það kannski það sem að hún að gagnrýna, að fólk noti ekki þær náttúrulegu gáfur sem að það hefur. En við höfum líka svo mikla aðlögunarhæfni og bara, þetta bara nánast eins og heilaþvottur. Þetta vera upp í dag svo gamla og sjá alla sjálfstyrkunina útlitsstyrkunina sem að finna í nútímanum. Já, Já, en það allavega, mér fannst hún svolítið hörð við. Mamma var ekki mikil málamiðlunarmanneskja heldur, svona sem persóna, sko. Já, ég skil. Það var ekkert eitt í dag og annað á morgun, hún var bara mjög prinsipföst, sko. Já, ég skil. Það var ekki auðvelt fyrir svona vingulið sem mig. Nei, En eru bækurnar hennar femínískar? Er femínísku tónn í þeim? Já, það myndi ég segja. Mismikill, en hún alltaf, hún tekur málstað kvennana, myndi ég segja, og fjallar málefni sem að snerta þær. Valdaleysi þeirra oft í samskiptum við karlmenn og innan fjölskyldu og innan samfélagsins, fjallar konur, til dæmis eins og, ein sagan í Veginum upp á fjallið, smásögnarsafninum, fjallar konur sem að þetta gerist í sveit
og hún á kind sem þetta ekki ótrúlega vænt og svo kemur, þetta er náttúrulega virkar mjög einfalt og sakleysislegt og kannski svolítið klísukent en síðan kemur maðurinn, eiginmaðurinnar og skýtur kindina og sem er náttúrulega eitthvað sem gerist alltaf á hverjum degi í sveit, það er ekki það, en það er þessi samskipti konar og mannsins sem eru svo átakanleg að í þessu samhengi er þessi kona fullkomlega valdalaus, hún getur ekkert gert, maðurinn er bara, þetta er bara algjör fulltrúi feðraveldisins sko og það er engin samskipti, það er engin samræða, það er bara hann sem hefur valdið og hún ræður engu. Þannig að þetta er ekki típisk saga kannski fyrir Jakobínu, það eru ekki allar svona beinskeyttar, en þessi tónn er mjög víða svona undirliggjandi að benda á og fjalla konur sem að einmitt eru bara í þessu kerfi sem að samfélagið er og bara hafa ekki vald til þess að kannski ráða yfir eigin lífi og alls ekki að breyta heiminum eins og það myndu kannski vilja. Já, líka þarna punktur á skökkum stað. Er svona ástandið allt það. Á meðast mitt fyndi þegar ég var að lesa gagnrýni og eitthvað. Kallan það verið allir sammála að hafa verst að saga. Já, er það ekki? Jú. Já, það er mjög típist. Nafnið á þessari bók, Lifandi vatnið, er upprunni í minni heimabyggð sem var. Ef fólk var veikt, þá var yfirleitt ekki tekið vatn sem var inni í fötum, heldur var farið út í lækinn og sótt lifandi vatn, streymandi vatn, vatn beint frá jörðinni. Það var kallað lifandi vatn á Vestfjörðum. Já, þaðan kemur konseptið lifandi vatnið. En eins og ég sagði áðan, þá er bókin og merking hennar svo persónubundin. Ég meina, fæstir sem lesa hana nú til dags hafa nokkuð tímann heyrt þetta vestfirska orðasamband. Á meðan ég las bókina hugsaði ég mikið titilinn, Lifandi vatnið. Og fyrir mér vísaði hann í tvennt. Og ég vil taka fram að því að list er persónuleg, þá geta mínar túlkanir eða ykkar túlkanir verið alveg brettar á það sem Jakobína segir. En já, ok. Annars vegar fannst mér lifandi vatnið tákna tíman. Tíminn spilar stórt hlutverk í sögunni. Pétur þráir að hverfa aftur í tíman en getur það ekki því tímarnir breytast og mennirnir með. Samkvæmt Jakobínu er lifandi vatn streymandi vatn og tíminn streymir stöðugt áfram, rétt eins og áin og ekkert fær því breytt. Svo má auðvitað ekki gleyma orðum Steinars, tíminn er eins og vatnið. Hins vegar finnst mér lifandi vatnið tákna Mývatn. Ég kemst ekki hjá því að gera þessa tengingu því Jakobína bjó í Mývatnssveit og bærinn hennar í Garði er mjög nálægt vatninu. Ég trúi ekki öðru en að það hafi haft einhver áhrif á hana við skriftirnar. Mývatn er vissulega stöðuvatn og því ekki streymandi eins og lifandi vatni sem hún vísar til. Þrátt fyrir það er það sprelllifandi bara á annan hátt því lífríki þess eru þetta alveg einstakt og mjög lifandi. Ég meina fjölbreytt fuglalíf, silungarnir, sílin, grænþörungarnir sem þykja botnin, að ógleindu bölvuðum hínu auðvitað, afsakið orðbragðið, gera Mývatn að lifandi vatni. Það er líka svo fallegt og friðselt að það lætur engan ósnortinn. Mér finnst ótrúlega róandi að horfa á vatnið. Maður fær svona einhverja jarðtengingu og ég vil trúa því að það hefur verið svipað hjá Jakobínu. Mér hefur alltaf fundist Mývetningar eigi eitthvað svo fallegt samband við vatnið sitt. Maður finnur alveg fyrir því hvað bera mikla virðingu fyrir því
og lífríkinu sem þrýst á því. Mývatn er lifandi vatni þeirra. Ímyndið ykkur Jakobínu bara labba á vatninu, horfa út á vatnið og hugsa æskuna, tíman, fortíðina og samtíðina. Ímyndið ykkur hann að fara svo heim og nýta nóttina í að skrifa. Hvað ætli hún hefði skrifað tímana sem við lifum núna? Sko, mér finnst mjög mikilvægt að við nútímakonur séum meðvitaðar og þakklátar þeim konur sem komu undan okkur og gera það að verkum að okkur finnst sjálfsagt að kjósa, fá greitt til jafns eða næstum því jafns á við karla og að skrifa og gefa út bækur sem njóta virðingar en eru ekki taldar annars flokks bara því við erum konur. Þess vegna er ég þakklát Jakobínu Sigurðardóttur fyrir að banka á dyrnar í bókmenntaheiminum, karlaklúbbnum, gera bara það sem hún vildi gera og láta ekki stoppa sig, láta verkin tala. Og þetta á auðvitað við fleiri kvenrithöfunda. Það fólk sem barðist fyrir því að opna þennan karlaklúbb fyrir konum var að berjast fyrir jafnrétti kynja og vel sé því. Og þar með ljúkum við þessum fyrsta hluta heimildarhlaðvarpsins Jakobína, skáld á skökkum stað, þar sem við komum víða við. Ræddum lifandi vatnið, kjallingabækur og Mývatn. Í næsta hluta ætlum við að taka umdeildustu bók Jakobínu fyrir, Snöruna, ásamt í pólitíska umhverfi sem hún sprettur upp úr. Umsjón með þessum þætti hafði Valgerður María Þorsteinsdóttir. Ég þakka upplýsarunum Elísabetu Sigurðardóttur, Guðjóni Þorsteinsinni og Margréti Hildi Egilsdóttur, sem á viðmælendum mínum Ástu Kristínu Benediktsdóttur og Sigríði Kristínu Þorgrímsdóttur kærlega fyrir hjálpina. Þátturinn var unnin í samstarfi við Þekkingarnet Þingeyinga og Skútustaðahrepp. Svo vil ég bara minna alla á að næla sér í lifandi vatnið á næsta bókasafn og byrja að lesa. Takk fyrir að hlusta.